Góðan dag, kæru vinir, og verið hjartanlega velkomin í guðsþjónustuna hjá okkur í dag. Yndislegt að sjá ykkur sem hér eru og líka gott að vita þeim sem eru að horfa með okkur í útsendingunni. Ég heyri það eitthvað ekko hérna hjá okkur svolítið, en kannski eitthvað sem vil hjálpa okkur að draga úr því. En við erum með tilkynningar hér venjulega, við erum að tala hluti sem að gerast í gegnum vikuna hjá okkur. Við langaði, og þið þekki það með búðin okkar og súpustofu. Við langar til þess að benda á það á þriðjudögum erum við með biblíurannsókn og bænastund klukkan 12 og við erum að lesa í Jóhannesarbréfunum. Fyrsta Jóhannesarbréfi sem við erum að lesa sem gefur okkur mikið, það yndislegt að fá að lesa saman þar. En við skulum núna hefja guðsþjónustuna með því að syngja sálm númer 68, sálmur númer 68, Guð þín elska, númer 68. Himneski Faðir, við þakkum þér fyrir þennan hvíldardag þar við getum safnast hér í húsi þínu og heyra orð þitt. Verð þú til staða með oss, við biðjum í Jesú nafni. Amen. Við tökum upp gjafir eins og venjulega, en þær fara fram út í anddyri, annarkvort í bauk þar eða við posa sem þar líka er,
byggjum og þökkum. Drottinn, við komum fram fyrir þig til þess að þakka þér fyrir þína gjafir sem við njótum af frá þinni hendi og sem við fáum að leggja fram þér líka sem fórnargjöf fyrir starf þitt hér á þessari jörð. Við biðjum blessun og þökkum í Jesú nafni. Amen. Og svo ætlum við að lesa ritningaversið og það að finna í Matteus og Guðspjalli 13. kafla og 12. vers. Við skulum rísa á fætur. Því að þeim sem hefur mun gefið verða. Því að þeim sem hefur mun gefið verða og hann mun hafa gnægð, en frá þeim sem eigi hefur mun tekið verða, jafnvel það sem hann hefur. Gjöru svo vel að fá ykkur sæti og við ætlum þá að syngja sálm, sálminn númer 331. Amen.
skulum biðja. Himneski Faðir, við komum fram fyrir auglýst þitt hér í dag til þess að lofa þig fyrir allt það sem þú gerir fyrir okkur. Þakka þér umfram allt fyrir það að þú gafst þitt líf, Jesús, á krossi okkar vegna til þess að endurleysa okkur. Það er einmitt það sem við syngjum og gleðjumst yfir Drottinn, að við kynum gengju götuna þannig með þér að þú leiðir okkur sérhvert skref. Drottinn, vilt þú vera með þeim sérstaklega sem þurfa á þér að halda alveg á einstaklega sérstakann hátt, þeir sem syrgja, þeir sem eru á einn eða annan hátt ekki að fá það sem þeir þurfa í gleði og fögnuði, en þau þurfa á stuðningi og blessun að halda sérstaklega frá þér. Við biðjum þér, Drottinn. Við erum ekki síst að hugsa til þeirra sem berast á banaspjótum erlendis. Við heyrum þetta stöðulega og við erum svo máttvana að við getum ekkert gert annað en bara að heyra og finna til með þeim sem eru í virkilega stórum erfiðleikum. Drottinn, vilt þú vera þar hjá þessu fólki? Vilt þú umfram allt blessa? Vilt þú líkna? Vilt þú lækna? Vilt þú hjálpa? Við bara hrópum til þín, það eina sem við getum gert, en það er líka máttu bæn að geta komið fram fyrir þig með þessa hluti. Vilt þú vera hjá þeim, Drottinn, en líka hjá þeim hér á þessu landi sem þurfa sérstaklega þér að halda á einn eða annan hátt, Drottinn. Þetta er okkar bæn og umfram allt þráum við að þú komir aftur í skýjum himins og bindi enda á sögu þessa heims. Það er þörf á því meira en nokkuð tíman að við finnum lausn og við finnum að þú kemur til þess að endurskapa og endurlífga og lækna alla hluti. Þetta er okkar bæn og þetta er okkar von, dýrðar von Guðs barna, að þú komir og leysir okkur úr þjáningu. Drottinn, við lofum þig fyrir það að við getum verið hér og hlýtt á þitt orð. Vilt þú vera með ræðumannum í dag sérstaklega og gefa honum orð að mæla þeir sem eru í tíma töluð. Við biðjum í þessu í Jesú nafni. Amen. Og þá er það hann Harry sem ætlar að tala til okkar. Ykkur hefur kannski fundist þetta ritningarvers sem ég fann vera svolítið skrítið. Að þeir sem hafa skulu fá meira og hinir sem ekki hafa, þeir skulu fá minna. Ég held að við öll séum gædd réttlætiskennd. Ég held að allar mannverur í heiminum hafi haft tilfinningar hvað er réttlátt og hvað er óréttlátt. Ég veit ekki hvort þetta er meðfætt eða þróist þegar barnið eldist og lærir að sjá og heyra og tala, eða kannski er það uppeldið sem gerir muninn. Það virðist allavega frá unga aldri að vera flest börn sem mótmæla þegar þeim finnst þau fá ekki sömu réttindi og hin börnin. Ég kalla það millimetra réttlæti. Þegar ég heyri kvartanir af því að kakan ekki var skorin í nákvæmlega jafn stór stykki, eða þegar ekki öll börn fá sömu meðhöndlun og leyfi til hins sama þrátt fyrir aldursmun. En við fullorðna fólkið, við erum sannarlega ekki svo mikið öðruvísi, þó að við séum betri til að hylja hugsanir okkar en börnin.
Ef við tökum kórónufaraldurinn sem til dæmis, að þá var hann erfiður fyrir marga sem kvörtu yfir því að takmarkarnir bitnuðu ójafnt á fólki. Mannkynssagan segir okkur að fyrr á öldum voru völd mikilvægari en réttlæti. Einveldiskonungar, herforingjar, yfirstéttin og hinir ríku gátu ráðstafa lífi almúgafólks, kvenna og barna, vinnufólks og þræla. Í sköpunarsögunni, fyrstu Mósebók, öðrum kafla 18. versi, þá segir drottinn Guð: Eigi er það gott að maðurinn, það er að segja Adam, eigi er það gott að Adam sé einsamall, ég vil gjöra honum meðhjálp við hans hæfi. Það lítur út fyrir að konan ætti að vera mannin sínum undirgefin. En hebreska orðið, sem í Biblíun okkar er þýtt meðhjálp, segja málfróðir menn að þýði ekki undirgefna, heldur jafnstæða persónu. Og það er svolítið betra en það ekki, konur. Svo við mætti segja, ég vil skapa konu sem verður félagiðinn Adam. Jesús fór nefnilega ekki í manngreinar álit. Allir sem trúðu á hann voru velkomnir í ríki hans, og Páll postuli segir í Galatabréfinu 3. kafla frá 27. versi: Með því að trúa á Krist Jesú eru þið öll Guðs börn. Þið öll sem eru skírð til samfélags við Krist hafið íklæðst Kristi. Hér er hvorki gyðingur né annarra þjóðar maður, hvorki þræll né frjáls, hvorki karl né kona, þið eru öll eitt í Jesú Kristi. Ef þið eruð í samfélagi við Krist, þá eruð þið niðjar Abrahams og erfið það sem honum var heitið. En þótt allar manneskju séu þannig jafnar í augum Guðs, þá tók það jafnvel í kristnum löndum margar aldir áður en þrælahaldi var afnumið. Það liðu líka margar aldir áður en lýðræði var sett á stofn, þar sem allir, konur sem karlar, fengu atkvæðisrétt. Ein manneskja, eitt atkvæði. Það átti það að vera. En enn í dag er það minnihluti heimsborgarana sem eins og við búa við eða með velvirkandi lýðræði. Og þegar Guð nú hefur gefið öllum manneskjum jafnrétti til að taka á móti frelsi í Jesú Kristi, hvernig getur hann þá sagt það sem lesið var hér í ritningalestrinum í dag frá Matteusi 13. kafla og 12. versi? Því að þeim sem hefur mun gefið verða og hann mun hafa gnægð, en frá þeim sem eigi hefur mun tekið verða jafnvel það sem hann hefur. Hinir ríku mun verða ríkari og hinir fátæku fátækari. Svona skilja margir orð Jesú. Þetta hljómar sem óréttlæti af verstu skúfu. Einu sinni heyrði ég danska konu í útvarpinu furða sig og hneykslast á því sem Jesú segir í þessu versi. Óréttlátt, fyrirlitlegt var sagt. En í efnishyggju samfélagi nútímans þá þýðir það að hafa, að vera ríkur, og ekki hafa, að vera fátækur. Er það ekki? Er ekki þarna sem við skilum þetta? En ef við viljum skilja hvað Jesús var að hugsa, þá verðum við að lesa 13. kaflan
frá byrjun. Við verðum að sjá í hvaða sambandi Jesús segir þessi orð sem er svo erfitt fyrir okkur í dag að skilja. Jesús hann notaði mikið dæmisögur þegar hann talaði til fólksins. Dæmisaga er, eins og þið vitið, stutt saga eða einföld frásögn sem Jesús notar til að lýsa einhverju eða útskýra. Saga sem útskýrir hluti sem ekki eru áþreifanlegir og gerir þá skiljanlega með því að líkja þeim við venjulega hversdags hluti. Til dæmis Markús 4, 26. Þá sagði Jesús, svo er Guðs ríki sem maður sáu sæði í jörð. Hann sefur síðan og vakir nætur og daga, en sæðið grær og vex, hann veit ekki með hverjum hætti. Sjálfkrafa ber jörðin ávöxt, fyrst stráið, þá axið og síðan fullvaxið hveiti í axinu. En þá ávöxturinn fullþroska, lætur hann þegar bera út seigðina því að uppskeran komin. Eða í Mattheus 13, 33, aðra dæmisögu sagði hann þeim, líkt himnaríki súrdegi kona tók og fól í 3 mælum mjöls uns það sýrðist allt. Dæmisögurnar það geta byggst á þekktum atburðum eða hversdagslegum sýslum eða skáldsögum. Mikilvægast að uppgötva hvað lærimeistarinn að fara, hvað hann að útskýra, hvað hann að kenna nemendum sínum. En það ekki hægt að byggja trúarsetningar á einstökum atriðum í dæmisögu. Þið þekkið til dæmis söguna ríka manninn og Lasarus sem sönnun þess að til sé eilíft brennandi helvíti þar sem Guð kastar fólki. Það meira að segja saga í Dómarabókinu í Gamla testamentinu tré sem voru að rökræða hver vildi vera konungur þeirra. Og það endar með að bara þyrnirönninn sem vill segja já. En lítum nú á Mattheus 13 frá byrjun. Sama dag gekk Jesús að heiman og settist við vatnið. Og mikill mannfjöldi safnaðist að honum og hann varð að stíga í bát og sitja þar, en fólkið stóð á ströndinni. Jesús talaði margt til þeirra í dæmisögum. Hann sagði, sáðmaður gekk út að sá. Og þá hann sáði féll sumt hjá götunni og fuglar komu og átu það upp. Sumt féll í grýtta jörð, þar sem var lítill jarðvegur, þar hann skjótt upp, því að það hafði ekki djúpa jörð. Þegar sól hækkaði, visnaði það og sökum þess að það hafði ekki rótfestu, þá skrælnaði það. Sumt féll milli þyrna og þyrnarnir uxu og kæfðu það. En sumt féll í góða jörð og bara ávöxt, sumt 100-faldan, sumt 60-faldan og sumt 30-faldan. Hver sem eyru hefur, hann heyri. Þessa velþekktu dæmisögu sáðmanninn sem gekk út að sá að finna bæði hjá Mattheusi, Markúsi og Lúkasi.
og Jesús útskýrði hana fyrir lærisveinum sínum. Hann sagði, sáðkornið er orðið ríkið sem fær mismunandi móttöku hjá mönnum. Það sem féll á veginn eru þau sem hvorki skilja né heyra og hinn vondi kemur og rænir því. Það sem féll í grýtta jörð eru þeir sem taka á móti orðinu með fögnuði en trúa bara skamma stund og falla frá þegar þrenging verður. Það sem sáð var milli þyrna eru þeir sem hafa heyrt orðið en það kæfist af áhyggjum lífsins og táli auðamanna. En það sem sáð var í góða jörð eru þeir sem heyra orðið og skilja það og geyma það í fögru og góðu hjarta, gefast ekki upp en bera ávöxt. Þegar útskýringin er komin að þá er auðvelt að skilja og muna. En lærisveinarnir spyrja Jesú, hvers vegna allar þessar dæmisögur? Það er frá 10. versi í 13. kaflanum hjá Matteusi. Þá komu lærisveinar til hans og spurðu, hvers vegna talar þú til fólksins í dæmisögum? Hann svaraði, ykkur er gefið að þekkja leyndardóma himnaríkis. Öðrum er það ekki gefið. Því að þeim sem hefur mun gefið verða og hann mun hafa gnægð, en frá þeim sem eigi hefur mun tekið verða jafnvel það sem hann hefur. Þess vegna tala ég til þeirra í dæmisögum, að sjáandi sjá þau ekki og heyrandi heyra þau ekki né skilja. Á þeim rætist spádæmur Jesaja. Og það er í Jesaja 7. kafla og 9. vers og 10. vers. Jesaja segir, með eyrum muni þér heyra og alls ekki skilja og sjáandi muni þér horfa en ekkert sjá. Því að hjarta líðs þessa er sljótt orðið og illa heyra þeir með eyrum sínum og augunum hafa þeir lokað svo að þeir sjáu ekki með augunum né heyri með eyrunum og skilji með hjartanu og snúi sér að ég geti læknað á. Og hér lýkur tilvísunin til Jesaja, en Jesús segir þá við lærisveina sína, en sæl eru augu ykkar af því að þau sjá og eyru ykkar af því að þau heyra. Sannarlega segi ég ykkur, margir spámenn og réttlátir menn þráðu að sjá það sem þið sjáuð en sáu það ekki og heyra það sem þið heyrið en heyrðu það ekki. Það sem Jesús segir er, það er tvenns konar manneskjur hér á jörð. Það eru þau sem hafa og það eru þau sem ekki hafa. En hvað er það sem þau hafa eða ekki hafa? Eitt er augljóst. Það eru ekki peningar sem við verðum að tala um. Eina hópnum er gefið að þekkja leyndardóma himnaríkis. Það eru þau sem taka orðið sér til hjarta. Þau heyra orðið og varðveita það í fögru og góðu hjarta, gefast ekki upp og bera ávöxt. Þetta eru þau sem hafa og mun gefið verða og fá gnægðir. Hve margir voru nú í þessum hóp þarna hjá Jesú? Jesú hann
talar til lærisveina sinna, en þeir voru ábyggilega ekki bara þeir 12. Við veitum að það voru nokkrar konur sem fylgdu Jesú og einu sinni þá valdi hann 72 af lærisveinum eða fylgjendum sínum til að senda út í þorpin til þess að undirbúa komu hans sjálfs Jesú. Ég ímynda mér að fleiri hundruð hafi verið í þessum hóp. Í hinum hópnum eru þau sem spámaður Jesaja skrifar um. Það eru þau sem heyra án þess að skilja. Það eru þau sem horfa án þess að sjá. Það eru þau sem hafa skilningslaus og sljó hjörtu sem ekki vilja snúa sér til Guðs og fá lækningu. Og svo snýr Jesús sér að lærisveinum sínum og segir: en sæl eru augu ykkar af því að þau sjá og eyru ykkar af því að þau heyra. Sannlega segi ykkur, margir spámenn og réttlátir menn þráðu að sjá það sem þið sjáuð, en sáu það ekki, og heyra það sem þið heyrið, en heyrðu það ekki. Hugsið ykkur hver stórfenglegt það hlýtur að hafa verið að sjá blíða ásjónu Jesú. Hjartnæmt að heyra rödd hans og meðtaka blessunarríkan boðskap frelsarans. Í Mattheus 25. kapla frá versi 21 í dæmisögun talenturnar sem húsbóndinn lét þjónum sínum í hendur meðan hann var erlendis. Hann hrósar þeim þjónum þegar hann kemur heim sem ávaxtað höfðu eignir hans. Hann segir: gott, þú góði og trúi þjónn, þú yfir litlu varstu trúr, yfir mikið mun ég setja þig. Gakk inn í fögnuð Herra þíns. Þetta er blessunin sem Guð hefur lofað þeim sem hafa tekið á móti boðskap Jesú. Þetta eru þau sem hafa. Þau sjá ekki bara, þau skilja það sem sést. Þau heyra ekki bara, þau meðtaka boðskapinn. Sáðkornið spírar og festir rót í hjartanu og ber ávöxt. En hvað gerist hjá þeim sem ekki hafa? Þeim sem hafa mist það litla sem þau höfðu. Það eru þau sem aldrei höfðu neinn áhuga eða höfðu mist áhugan. Þau sem hvorki vildu sjá né heyra, forvitnin eða löngunin eftir að tilheyra Guði sem þau höfðu haft var löngu horfin. En Guð, hann hefur gefið okkur öllum frjálsan vilja. Hann þvingar engan mann. Ef við lesum Guðspjöllin þá komumst við fljótlega að því að þegar Jesús talar auð eða peninga, þá er það annarkvort það versta eða hið besta. Ef þú safnar auð á jörðu, segir Jesús, að þá gerir þú inngang þinn í himnaríki jafn erfiðan og það er fyrir úlvalda að komast í gegnum nálarauga. Jesús, hann hefur ekkert gott að segja mammon. Hann segir í fjallaræðunni
enginn getur þjóna tveimur herrum. Annaðhvort elskar hann annan og hatar hinn, þýðist annan eða afrækir hinn. Þér getið ekki þjónar Guði og Mammon. Og Jesús hann segir okkur líka að safna beri fjársjóðum á himni, og þegar hann notar talentur og pund í dæmisögum sínum, þá er ekki peningar hann að tala um. En hvað er það þá? Jú, talent og pund voru þeirra tíma þyngdareiningar og mynteiningar og fjársjóðir, en líka gáfur og hæfileikar. Ég hafði lengi haldið að þetta með að hafa eða ekki hafa, það snúi sig meðfæddar gáfur og hæfileika. Þetta er náttúrulögmál að líkaminn styrkist og þroskast þegar við notum bæði bein og vöðva og liðamót og líka hjarta og lungu og æðar og taugar, og ekki má gleyma skynfærunum og heilanum sem stýrir öllu. Sá sem nota líkamann skynsamlega, nærir og þjálfar og styrkir líkama sinn og sál, hann hlyti að vera sá sem hefur og fær meira og meira. En hinir sem vanrækja allt þetta og eyðileggja heilsu sína með áfengi og eiturlyfjum, séu þeir sem ekki hafa. Ég sé nú hversu ábótavænt og illa gjörhugsuð hugsun mín var og skoðun þetta efni. Þrátt fyrir velferð og frið í Vestur-Evrópu og Norður-Ameríku í nær 80 ár er vaxandi vanlíðan hjá ungu kynslóðinni áhyggjuefni hjá okkur. Hvernig getur það verið að á þessum árum eftir heimsstyrjöldina síðari, sem breytti Íslandi frá að vera eitt af fátækustu löndum álfunnar til að vera með ríkustu löndum heims, hvernig getur það verið að það hefur ekki gert fólk hamingjusamara? Það er ekki auðlegð sem gerir fólk hamingjusama. Ég held að Jesús hafi ekki átt annað en fötin og skóna sem hann var í. Hann aðvaraði fylgjendur sína gegn græðgi. Einn úr mannfjöldanum sagði Jesús, það stendur í Lúkasi 12, Meistari, seg þú bróður mínum að skipta með mér arfinum. Jesús svarar, maður, hver hefur sett mig dómara eða skiptaráðanda yfir ykkur? Hann sagði við þá, gætið ykkar og varist alla ágirnd, enginn þiggur líf af eigum sínum þótt hann auðugur sé. Og seinna í sama kafla hér hjá Lúkasi stendur ríka bóndan. Maður nokkur ríkur átti land sem hafði borið mikinn ávöxt. Hann hugsaði með sér, hvað á ég að gera? Nú get ég hvergi komið fyrir afurðum mínum. Og hann sagði, þetta gjör ég. Ég ríf hlöðu mína niður og reisa aðra stærri og þangað safna ég öllu korni mínum og auðæfum. Og ég segi við sálu mína, sála mín, nú átt þú mikinn auð til margra ára, hvílðu nú, et og drekk og verð glöð. En Guð sagði við hann,
heimskingi. Á þessari nóttu verður sál þín af þér tekin. Og hver fær þá það sem þú hefur aflað? Svo fer þeim sem safnar sér fé en ekki ríkur hjá Guði. Við sjáum hvernig kristindómurinn hefur mist áhrifavald sitt í okkar hluta af heiminum, áhrifavald sitt í heimilunum, í skólum og í stjórnmálum. Ef við lesum Íslendingasöguna, að þá vitum við að Íslendingar tóku kristna trú á Þingvöllum árið 1000. Og það voru margir sem urðu kristnir og siðaskipti. Til dæmis var heiðnu daganöfnunum breytt svo að Óðinn og Þór og Týr og Freyja hurfu úr dagatælinu. Það er mjög sjaldgæft. Á nágrannalöndum okkar að þá nota þeir ennþá fredag og ónsdag og hvað er nú kallaða tísdag. Ísland hefur þjóðsöng sem er guðrækilegri en nokkur annar sem ég þekki. Við höfum haft mörg innblásin sálmaskáld svo sem Hallgrím Pétursson, Matthías Jochumsson og marga fleiri. Ég held að afkristnunin sé þáttur í vanlíðan barna og annarra í okkar samfélagi. Og þetta með mammon og þetta með að vilja hafa jafn gott og allir hinir eða eiga jafn mikið. En ég komst að því að þeirri niðurstaðu komst ég að trúin á Guð og Jesú Krist sé lausnin á spurningunni að hafa eða ekki hafa. Það er Guðsríkið og þekkingin sem Jesús talaði Þeim sem gefið að þekkja leyndardóma himnaríkis hafa trúna á Guð og trú þeirra mun vaxa. Þeir sem ekki taka á móti orði Guðs hafa ekki trúna. Það er trúin sem er prófsteinninn fyrir hver hefur og hver ekki hefur. Og biðjum Drottinn að styrkja trú okkar. Gef okkur trú, von og kærleika, Guð. Við skulum biðja. Himneski Faðir, við þökkum þér fyrir elsku þína, kærleikan sem Jesús Kristur sýndi í orðum og verki. Hann fórnaði sér til að frelsa okkur synduga konur og menn. Styrk þú trú vora. Hjálpa okkur til að elska þig af öllu hjarta og náunga okkar eins og okkur sjálf. Við leggjum okkur sjálf, fjölskyldur okkar, söfnuð okkar og land okkar í þínar hendur. Í Jesú nafni. Amen. Takk fyrir þau góða orð, Tarri. Og við skulum ljúka með því að syngja sálminn númer 257. Ó þegar ég, 257. Oh
hjartans þakki fyrir komuna. Takk Sandra fyrir að spila svona fallega fyrir okkur og Dexter er búinn að vera með útsendinguna hjá okkur. Hjartans þakki til ykkar allra og Harry mun nú hafa blessun orðin. Skulum rísa úr sæti. Drottinn blessi þig og varveiti þig. Drottinn láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sér það náðugur. Drottinn upplyfti sínu augliti yfir þig og gefi þér frið. Amen. Takk fyrir að spila svona fallega fyrir okkur á orgelist, Sandra mín. En við ætlum eins og venjulega að ganga hérna inn í hliðarsalinn og hafa borðhald. Gjörðu þið svo vel að við skulum ljúta á höfði og hafa borðbæn. Himneski Faðir, þökkum þér alla þína góðu gjafir, blessaðu matinn og það sem hafa undirbúið. Viltu vera með okkur í samfélag okkar, biðjum í Jesú nafni. Amen. Gjörðu þið svo vel.